Ég menn þegar við fórum í gegnum GDPR innleiðingu hjá Fenris, það voru 6 mánuðir. Það var mjög flókin samþækting af lögfræðingum, tæknifólki og alls konar bara ferlum í fyrirtækinu og slíku viðskiptamanna skrár fyrir 50 milljón manns út alla koppagrundir og þetta þarf að lyfta upp öllum teppum og steinum og ég veit ekki hvað og svo kom bara í ljós að heilt yfir var bara fínt hjá okkur en þetta fara í gegnum allt þetta setja upp alls konar ferlar til þess að þeir væru nákvæmlega eins og Evrópusambandið vill hafa það þó svo að við vorum alveg með persónuvernd okkur fyrir brjósti, við vorum ekkert eitthvað níðast á henni einu leiti, það var bara ekki nákvæmlega að gera það eins og Evrópusambandið vill útfæra það allt saman og ég meina þvílík verðmætasköpun. Já, þetta mjög sérkennilegt sko og einhvern veginn ég held að þessi vandi sér líka sá, ég búin að nefna það núna nokkru þáttum að við ímyndum okkur og við séum að fara inn í Evrópusamband Rómasáttmálans sem þessi bara svona viðskipta samþætting, bara straumlínulega ferla, reyna að bæta úr jafnvel einhvers konar hagræðing kemur þarna en svo kemur Lissabonsáttmálinn sem þetta pólitíska vald sem byggir að því að Evrópusambandið til þess að undirbyggja alla þessa straumlínulega ferla að þá verðum við í rauninni að hafa pólitískt vald og með lýðræðislega kjörna fulltrúa til þess að takast á við þetta og getum yfirfært að líka verið Bandaríkin þegar Mark Zuckerberg kemur fyrir fram hann þingnefnd og maðurinn spyr til þess að Mark Zuckerberg á Facebook sé einhverjum undirförlum ástæðum að sinna sinni starfi og hann endar að segja Mark Zuckerberg we sell ads senator og þetta líka pínu vandinn innan Evrópusambandsins þar sem að fólk einmitt að segja við viljum hafa regluna svona en ekkert með kannski grunnskilningin og eðlilega Dario Amodei sem hannaði Anthropic sem stýrir Claude segir bara sjálfur, margt af því sem við erum að gera alltaf dag, við erum ekkert alveg með skilningin á þessu og þá myndi ég alveg skilja fólk þurfum við þá ekki að fara að bremsuna, passa okkur og ég hugsa með mér, þá erum við samt bara að passa upp á það að við verðum alls ekki með þessari framþróun. Já, sko, það bara frábært dæmi að vinna í kringum nákvæmlega þetta viðtal Mark Zuckerberg, þannig í þinginu. Ég held að það sé alveg bara, það svona ísjaka toppurinn á öllri þessari sögu. Að því nú náttúrulega, sko, verður Facebook algjör umturnun á mannlegu samfélagi. Alveg ótrúlega mikið, ótrúlega hratt. Og við höfum alveg upplifað svona umturnanir áður. Man getur rétt ímyndað sér þegar Gutenberg gerir prentvélina. Nú getur allir verið að gefa út einhvers konar upplýsingamiðla og svo sá sem á prentvél hefur allt í einu bara ofurkrafta til að prenta eitthvað út og dreifa alls konar upplýsingum, hvað sem það eru réttar eða rangar eða hvaða hagsmunir voru í gangi eitthvað svo leiðis. En við höfum bara marga áratugi að jafna okkur á þessu, jável bara 100 ára, að jafna okkur á prentvélinni. Facebook verður hann bara til á einhverjum bara 7 árum frá bara, hann að hakka eitthvað svona hot or not klóni í dorminu sínu og og þangur til að bara, þetta komið billjónum manna í viðskipti og allt umturnast. Evrópustandið horfir á það, ok, nummer 1, eru nú að koma böndum á Facebook, sem nú kannski allt í lagi. Það má alveg tjónka við þá á þessu stigi. En þeir fara líka að reyna að varna því að annað Facebook verði til, bókstaflega. Það bókstaflega tilgangurinn þetta má nú ekki gerast aftur. En bara vandamálið þetta þegar orðið, þá þarf einhver leita að taka því, það næsta sem kemur verður bara einhvern veginn allt öðruvísi. Þú getur ekkert verið að horfa á Facebook og reyna að varna því, þetta orðið hlutur. Getur ekkert farið að byrja þann brunn. Það mun eitthvað allt annað gerast og það getur enginn séð þetta fyrir. Nei, og það líka bara spurning hvar, sko. Þetta svolítið eins og þú segir, sko, ef við myndum sjá einhverja stíflu sem að eftir að hyggja hefur verið vond og þá þurfum við náttúrulega bara að banna gröfur. Já. Út af því að við getum ekki haft gröfur þá, þú veist að gröfurna voru nauðsynleg til þess að byggja þessa stíflu sem við sjáum núna að flæðir yfir árabakkana og það vont. Þar af leiðandi megum við ekki að það þurfa að passa upp á það að aðrir séu ekki með gröfur. Já. Og þetta mjög sérkennilegt viðhorf og ég sko deili þeim áhyggjum samt að þetta sé alveg, ég svona pílu Nick Bólström maður bara paperclip maximizer bara ef einhver gerfugreind fær það command sem nægilega vel að sér í því að geta tekist á við það verkefni þá var það hræðilegt fyrir heiminn
Já. En hins vegar að þá bara, það eru hættur í heiminum og við erum ekki að fara að bómullarvæða þú veist, okkar eigið þjóðríki sko. Já. Sko, aftur á það sviði, sko, ég alls ekki ósammála því. Það full ástæða til að koma böndum á þessa gervigreind. Ég held að það sé bara ekki gert með lögum.